Gott kvöld, komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu, mánudagskvöldið 7. janúar 2025 og í dag er 13. og við ræðum 13. í þættinum og það er alveg stútfullur þáttur hérna af spennandi samræðu. Gunnar Smári, þú ætlar að tala undir lok þáttarins fallin forseta eða sem sagt nýlega látin forseta Jimmy Carter. Sem dó nú í hárri elli og kom kannski engum á óvart að hann væri að deyja, en hann var fyrrverandi forseti Bandaríkjanna í næstu í 45 ár sem er bara heimsmet og ég ætla að fá hann Tjörva Sjött sem oft kemur hingað að ræða heimsmálin til að tala Jimmy Carter sem að Tjörvi hefur svona sérstakann áhuga á og líka kannski þennan svona tvöfalda Jimmy Carter. Það er náttúrulega að vera svona lengi fyrrverandi forseti og taka svona það hlutverk sem að getur falist í því að hann fór til dæmis til Norður Kóreu og gerði samningum kjarnorku áætlun þeirra og gerði ýmislegt sem fyrrverandi, en svo ætlum við líka bara að fara yfir ferilina. Hann gerði margt sem að kannski telst vera jákvætt, gaf Panamaskurðinn og náði náttúrulega Camp David samkomulaginu sem er eina stóra friðarsamkomulagið í Miðausturlöndum. En hann gerði líka alls konar bombirtur, byrjaði að styðja þá sem að seinna urðu talibanar í Afganistan í þeirri trú að þeir væru þar svona frelsissinnar og fleira. Það hljómar svona svolítið eins og einmitt þjóðfræðingarnir sem ég spjalla við tala jólasveinana, svona það eru mjög Jimmy Carter sé svona jólasveinn. Já, svolítið jólasveinn, þar að segja þeir eru svolítið skugga púkar en líka sem sagt komið margt fallegt, gefa gjafir. Var ekki Jimmy Carter, manni það ekki rétt þegar ég var krakki, var hann ekki kallað hnetubóndi? Jú, hann er valhnetubóndi. Valhnetubóndi? Ég held að hann snúið bara aftur að hnetunum. En hann átti vandræða bróður sem að var eiginlega frægar heldur en forseti. Billy. Það var allt einhver vandræða, hvað heit hann? Billy. Já. Við sem eigum bræður sem eru til vandræða, við þekkjum Billy. En ég sem sagt, ég ætla að halda að vera að kynna þáttina þar sem er á jólasveinarnir. Þú ert áður með 3 jólasveinarnir. Já, fyrir það, já. Það eru sko á 13. þá langaði mig til að fá þjóðfræðinga til að svona tala þjóðfræði 13. og það var svona svolítið magnaðir þjóðfræðingar Jón Jónsson sjálfur, svona brautryðjandi í þjóðfræði og galdrafræðum náttúrulega á Ströndum. Það var sagt menn sem að hétu Jón Jónsson að það kemist næst, ég heiti ekki neitt á Íslandi. En er sko 13. ennþá stór dagur? Já, sko, þú voru bara að hlusta á þetta nefnilega spjall, því að þetta er eiginlega, hann hefur allt í sér að vera algjör bara byltingadagur, helgidagur og svo bara ekki neitt og frjáls en einu sinni var hann frídagur. Ég nefnilega spyr vegna þess að þegar ég kynntist konunni minni fyrir 20 árum, þá þurftum við náttúrulega samarama jólahald eins og gerist þegar fólk kynnist og gengur í hjónaband og það getur verið mjög viðkvæmt vegna þess að mínar jóla hefur geta verið allt öðru sem þínar. Það er mörg mín tilraunir til þess að efna til hjónabands fallið á þessu. Akkurat. Nei, sko, nema það að ég ólst upp við það að 13. var stórkostlegur hátíðardagur og það var soðið hangikjöt sérstaklega til þess að rota jólin eins og við köllum það fyrir norðan. En Ardís mín, hún hafði ekki alist upp við það að 13. væri neitt dagur. Nei. Það eru álfa brennur og fleira bara. Óöld í Hafnarfirði þegar þú varst ungur, síðustöld. Það bara bílar skemmtir og velta á hliðina og Sam á Selfossi, það var líka óverðið þar. En svo er aldrei eins mikið að marka eins og drauma á, sem ekki Jónsmessunótt heldur 13. nótt, aðfaranótt 13. Þannig að ég kannski í spjallinu eftir þá kannski hefur ykkur dreymt fyrir daglátum, það kemur í ljós, en ég ætla nú að klára að kynna þáttu sem sagt þátt kvöldsins að það gengur illa með þessa jólasveina að dóttir Hans Jóns Jónssonar heitir Dagrún Ósk Jónsdóttir og líka þjóðfræðingur og þau voru eiginlega, ég verð nú að mæla með þótt að sé á annarri rás, á rás 1 eru mjög skemmtilegir þættir núna Jón Bónda eða dagbækur, já. Ég er búin að hlusta á það. Já, skemmtilegir þættir og svo er það Kristinn Skram, lektor í þjóðfræði upp í háskóla. Þau mæta hérna og ræða 13. og eiginlega ýmislegt í kringum hann. Síðan ræðið þú leikhúsmál, er það ekki? Já, við erum með leikhúsfjöllin hérna, ég hef farið í leikhús. Fór á milli jól og nýjárs á Köttur og heitu Blikkþaki. Þú varst það líka að horfa á það verk. Já. Og ég fæ hérna eftir aðstandendasýninguna Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri sem er að sitja upp í fyrsta skipti í langan tíma í svona litlum sal. Hann
bara að koma síðasta sýningi sem að setja upp var í Bærúð sem líklega stærsta leiksvið sem að hægt að lenda á. Og svo koma leikararnir Sigurður Ingvarsson, Hilmir Snær Guðnason og Ástöldur Úa Sigurðardóttir sem að fara með svona stóru burðarhlutverkin og við ætlum að ræða svona hvaða erindi verkið á í dag og svona margt, þetta svo marg, það svo leiðilegt að segja, svona marg lagaverk, það svo oft notað í svona á þessi tilefni til þess að þetta það sanna með þannig, það fjallum þetta sem átök á milli fólks í fjölskyldu, það líka þetta fjallum þetta sem svona tilvistarlegt mál og þetta fjalla líka stöðu kvenna og þetta stjættar vinkill í þessu og þetta fjallar samkynnið og guðma þetta hvað ekki, þannig að eins og við gerum oft hérna, þá notum við leikhúsið svolítið til þess að bara vera að ræða erindið þess inn í samfélagið, þannig að ég held að hægt að segja það að fólk þarf ekki að séð verkin til þess að það var ánægja þessu spjall okkar. Gefnu tilefni og svo heldur þið áfram hérna lengi og eftir að spjalla, það var greiðlega mjög gaman. Það nú oft þannig við rauðaborðið að það er erfitt að fá viðmælendur úr húsið, það er svo gaman að koma ekki. Já, það er mjög gaman að ræða málin og Björn, þú þú kallaði til alveg veður. Já, svolítið þjóðþekktan mann. Já, Trausta Jónsson. Sko, veðrið náttúrulega það sem við erum með á heilanum, við sem þjóð. Og ekki síst áramót, þá lítum við öxl. Og við spyrjum hvort við höfum gengið til góðs og ég held að fæstir hafi nú talið að við höfum gert það í veðurfarslegu tilliti árið 2024. Þannig að ég ákvað nú bara að fá hann Trausta sem er með þessa frábæru síðu Hungurdiska til að greina svona fyrir okkur ýmsar veðurfarslegar staðreyndir og hann verður í ítarlegu spjalli í kvöld. Þið kannski tókuð ekki eftir því en rétt fyrir áramót eða áramótin sjálf þá kom það berlega á daginn hvað við vorum með veðrið á heilanum í skaupinu, þá var eitt aðalatriði þegar sumari sem ekki kom. Já, og átti að vera svaka frétt ef það hefði sést til sólar og Sigurður Ingi í Kryddsíld stöðvar 2 á gamlársdag. Hann sér ekki til sóla núna, Sigurður Ingi. Nei, en hann lýsti bara árinu sem ömurlegu af því að það kom ekkert sumar. Og ég held fyrir okkur Íslendinga bara að það þarf að koma sumar af því veturinn er svo langur. Þannig að Trausti fær aðeins að rasa út og ræða veðrið og ég ætla að reyna að fá hann til þess að byggja einhverju leyti veðrið 2025 á 2024. Það er nefnilega það er eitthvað aðeins sagt að álykta hvernig veðrið verður á þessu ári miðað við hvernig veðrið var 2024. En nú eru sjálfstæð sem mjög spennti fyrir því hvernig veðrið verður í lok febrúar, gat hann svara því? ég þarf að ræða það. En þið eru hérna samankomnir stórskotalið samstöðvarinnar svona í pólitísku tilliti til að ræða fréttagsins sem er Justin Trudeau var að segja af sér. Já. Í Kanada. Já, þetta er stórt dagur. Og hvernig svona sló þessi frétt ykkur Bjarnaben? Hér er sem sagt, ef við kynnum ykkur, það er fyrir útvarpslustendur, það er Sigurjón Magnús Egilsson, það er Björn Þorláksson og það er Gunnar Smári Egilsson. Og ég heiti Oddný Eir. Og við ætlum að ræða aðeins Bjarnaben. Kannski komið aðeins á óvart en á svo sem ekki að gera það samt, því að hann náttúrulega það þrengst mjög að honum og greinilega einhver innanflokks átökum það hvort eigi að fresta landsfundunum eða ekki. Og ég lítið þannig þeim augum að hann hafi orðið undir. Hann vildi fresta en svo var bara ósætti með það innan flokksins og ég held að hann hafi bara fundið það að svona fólk verða svona að loka dyrunum fyrir honum. Hann var svona gat ekki, hann hefði orðið undir ef hann hefði haldið þessu til streitu að vilja fresta og aukþess held ég bara hann hafi verið komið nóg það er hann tapar, hann komið með flokkinni fyrir 20% inn í stjórnarandstöðu þannig að þetta er bara ekki spennandi fyrir mann sem búin að vera ráðherra í 10-15 ára að setjast allt í hennu sem stjórnarandstæðingur og vera eitthvað í málþófi og eitthvað svona, það bara ég held að það er ekki bara fyrir hann ég skilar bara mjög vel vilja frekar fara heldur en að verða svona í hínu liðinu. Þetta er svona flott skák að þínu svona bæði hann það finnur andstöðu innan flokksins það fer til að hugsa meira þetta og svo lítur hann bara að hugsa ég er ekki bara komið gott
ég las þess að fæslan sko, hann að vera 55 ára, byrjaði 32 ára eitthvað hlýs á þingi, hann finnst þetta var komin og ég held að sko, að auðvelt fyrir hann að finna þannig rök til að hætta. En þetta er svolítið sérstætt að vera alveg í farabrotti í íslenskri pólitík og vera svo með einhverja frétt sem svona bara fjölskylduna, núna langar mig að snúa mér að einhverju öðru og allir eiginlega bara, þetta er bara tekið sem rök og ekki við gleymum alltaf rökleysuna. Við sko líka þau að hann sko legið á, þegar þetta er alltaf að fara svona, áður einhver annar tilkynni frambóð til formennsku. Þá er eins og hann væri sko flýja að velli. Þið voruð að reyna svona svolítið að njósnum þetta eða ræðum þetta í þættinum helgina í sonum Egils og þá voru blaðamenn að kvarti við því að væri bara ekkert að frétta. Kristinn Hrafnsson var held ég að tala um það bara að það voru skrítið hvað að vera lítið að frétta þegar og af hverju væri ekkert eins og spurt það þennan landsfund sko. Þannig og þá fannst manni svona eins og það væri kannski að þetta væri loknuð undan storminum. En er eitthvað að frétta núna? Er eitthvað áhugavert þessa afsögn í fjölmiðlum í dag? Bjarni náttúrulega sannlega sá stjórnmálamaður sem að hefur náð að gelda íslensku blaðamannastéttina meir heldur en nokkur annar stjórnmálamaður síðar tíma. Þannig að ef svo staða var komin upp að blaðamenn voru hættir að spyrja Bjarna viðkvæmna spurninga, þá er það vegna þess að honum tókst að gera það á hrædda og undirgefna á frekar vondum og allt og löngu ferli. Að mínum mati, ég mun ekki sakna Bjarna Benediktssonar, stórhættulegu stjórnmálamaður sem að aldrei gerði Íslandi neitt nema ógagn að mínum mati. Þannig að ég fagna því að hann sé að rekjast á brott. Ég hygg að hann hafi ekki ætlað sér að hætta en skyndilega eins og raun ber vitni í dag. Ég vitna til þess að það eru bara örfáir dagar síðan hann sagði það við fréttamenn að hann hlakkaði til að berja á valkjörustjórninni, vera í stjórnarandstöðu og allt það. Og ég held að á þeim tímapunkti hafi hann bara sjálfur séð sig fyrir sér sem aðal innan Sjálfstæðisflokksins áfram og sem aðal gaurinn í stjórnarandstöðunni. Einn dómgreindarbrestur af mörgum sem einkennt hefur hans stjórnartíð núna undanfarið. Við þurfum ekki annað en að sjá afleiðingar þess að hann ákvað sjálfur að rjúfa þing og boða til kosninga sem fóru allt öðruvísi heldur en hann sá fyrir. En þess að Bjarni Benediktsson hefur alltaf bara verið í pólitík til þess að vera varðhundur hagsmuna, ákveðina hagsmuna og vera svona mixer á milli peningaflana á Íslandi og stjórnmálana. Viðskiptalífsins meðal annars, ólígarkana í sjávarútveginn er annað. Og honum mistók sem sagt ætlunarverk sitt núna að verja eigin formannstól. Honum mistókst ætlunarverkið þegar hann sprengdi síðustu núna ríkisstjórn. Honum mistókst fléttan sem hann sett á svið eftir að Katrín fór í forsetaframboðið og pólitísk inneign hans er sennilega engin orðin en þið munið aldrei sjá neina venjulega íslenska fjölmiðla fjalla það vegna þess að honum tókst þrátt fyrir allt á valdatíðans að hræða blaðamenn frá því að fjalla efnislegan veruleika. Og ertu að meina eins og bannfæring, eins og stundin þegar það var sett lögbann á stundina? Til dæmis, það er náttúrulega eitt æpandi dæmi og ágætt að þú nefnir það. Önnur hneykslismál hans eru svona 10, 15, 20 sem öll hefðu átt að leiða til afsagnar. Það er enginn að fjalla það á þessum mainstream-fjölmiðlum núna. Nei, við erum öll komin strax í það. Hver verður næsti formaður? Og það er alveg ótrúlegt hvað þessi maður hefur notið mikilla friðhelgi. Og þú meinar að það sé ekki, þú meinar að hann hafi notað einhvers konar óttarstjórn, það sé ekki bara þessi umtalaði sjarmi hans ég sjálfur bara hef oft fengið að kenna á ofsa hans þegar maður vinnur vinnuna sína best, þegar maður sinnir því hlutverki sem að fjórða valdið býður manni að gera, að rækta aðhalds- og eftirlitshlutverki sem stundum er kallað varðhundshlutverkið, þá er bara ekki von á góðu og þetta er bara eins og losna með einhverja óværu á samfélaginu. Það er bara svo mín skoðan. Þannig að þú setur upp bara pott og setur hangikjöt í pott og fagnar 13. Þetta er ánægilegu dagur en við veitum náttúrulega ekkert hvað kemur í staðinn og áttu eftir að þú átt nú kannski eftir að saknast aðeins? Nei, ekkert frekar sko. Bara kemur ykkur annar í staðinn og ég held ég vakna ekki upp á nóttinni af sóknuð fyrir Bjarna Ben
Ég hef við þetta borð og ég líka skrifa svona greinar og svona því að þetta sem að Björn svolítið að tala að hérna fjölmiðlarnir og þeir sem að svona stýra umræðinni í samfélaginu voru alltaf að reyna að selja okkur að mynda af teflonbjarna sem að ekkert hefði áhrif á. Og það var svo augljóst að þetta átti við engin rökastið. Þetta bara einhver svona sér veröld sem að sko fjölmiðlamenn og svona þeir sem að vappa í kringum valdið svona aðstofamannalið og ég veit ekki hvaða fólk þetta til þess að lifi í einhverjum heimi sem að eiginlega bara með engum tengslum við almenning og ég verið oft að benda á það að þetta óvísast í stjórnmálamaður Íslandssögunnar og hérna sjáum við hérna hvað áhrif það hefur þetta hneykslismál og hitt hneykslismál. Ég skrifaði nokkuð grein með óvinsalasti og spiltasti stjórnmálamaður sögunnar upp það sem hann hefði gert, meðal annars til þess að kasta inn í þessa hugmynd sem hann alltaf var að vera að selja almenningi að ekkert hefði áhrif á Bjarna, því að það var alveg augljóst að almenningur hérna var búin að missa allt traust á þessu manni, ég held að hann hafi verið með næstu í bara 90% sem að treyst honum ekki, sem er bara ég held að sko þegar að Nixon flög í þyrlunni frá Hvítahúsinu þá hafði verið eitthvað starf í nálægt svona 65% sko. Þannig að Bjarni var bara langt fyrir neðan eitthvað alkul. Hann hafði enga möguleika að ná neinu fram svona með almenningi. Og heldur þú þá að þetta sé þannig eins og bróðin segir að þetta sé svona snjallt hjá honum að bara hætta sjálfur núna í staðin fyrir að Já, ég held að hann hafi bara horft fram á. Hann hefur líklega verið að eðlilega hefði hann átt að segja af sér á kosninganótt að triksið hans að slíta ríkisstjórninni gekk ekki upp. Þá hingrar hann aðeins og segir kannski kemst ég í ríkisstjórn og þá geti komið aftur á landsfundinu og sagt að ég er náttúrulega búin að missa fylgið en ég er í stjórn og við ráðum þar öllu. En síðan næri ríkisstjórnin saman og þá kemur svona einhver hugmyndum að getum við ekki búið til og fresta landsfundinum þannig að ég nái kannski einhverju svona fótfestu í stjórnarandstöðun og geti þá komið inn og allir segja gamli góði Bjarni mættur eins og er rosalegu vilji ekki bara hjá sjálfstæðismönnum heldur bara hjá einhverju fólki sem er að stýra sko spjalli og svona. Það er engin að óska eftir gamla góða Bjarni, fólk veit ekki hvað það er. Hvernig var hann? Ég hef ekki hugmynd það. Það har aldrei verið til sko. Einhver svona hugmynd sem er búið til í einhverju skjallbandalagi elitunar. Þannig ég hugsa að hann hafi skilið það eftir opið. En þegar hann átt að segja á því eins og Sigrún að benda á að það er ekki vilji til þess að fresta landsfundinum að þá á hann þingi kemur saman í lok þessa mánaðar. Hann hefur verið kannski 3 vikur í þinginu til þess að breyta, það bara nærði ekki sko, hann sér bara að sang sín útbreyta eins og sættir og ákveður að hætta áður hann hent út. Getur verið að einhver annar flokksmaður hafa sambandi Bjarna og sætt alltaf að fara gegn honum. Ég held að þurfi ekki að segja það, ég held að það sé bara augljóst. Ég meina, gæti það gerst í lok febrúar, Bjarni Benediktsson býður sig fram til áframhaldandi formanns og engin annar býður sig fram á mótunum. Ekki fræðilegur. Nei, það er betra fyrir hann að fara. Ég held að það séu frekar öflin. Og hann hefði tapað. Ég held að það séu frekar öflin að baki sjálfstæðisflokknum sem höfnu honum. Ég held að heldur að það þurfi að hringi í hann og segja Bjarni minn. Áttar ekki á því að þú döður. Bara eitt dæmi. Ég heyri það úr nokkrum áttum að Samherja samsteypan, hún hafi til dæmis bara tjekkað út, hún hafi fært sitt lögheimili úr sjálfstæðisflokknum og fært sig yfir í miðflokkin fyrir kosningar vegna þess að þeir voru ósáttir við Bjarna. Þeim bara fundist hann vera með linkind og ekki. Það er erfitt að vera svo spiltur að þú gengur fram að Samherja. Já, ég var að hugsa það. En sko, ég held að sé eitthvað hinum einn og línun, eitthvað annað heldur en inn í flokknum sem að bara kippt honum út. Ég held að bara, sko, það vil hann til að ég hef séð Bjarna missa stjórn á skapi sinu, gagvart mér og það var alveg fáránlega upp að koma en hann héti þá að tala aldrei við mig aftur og ég er svo sem ekki reynda heldur allt í lagi, en ég er svolítið ánægð með það ég er áfram í starfin, hann er hætt sko. En ertu til að segja okkur hvað þurfti til þess að styggja goðið? Já, það var svo fáránlegt sko. Þetta var þannig, þá var ég að vinna á Hringbraut og Hringbraut var að selja flokkonum fyrir kosningar, svona einhverja 5 mína, 10 mína, þetta eitthvað, ég manni hvað var sko. Ég kunne náttúrulega ekki nálægt því, nema að það er þannig, ég var búin að vera að reyna að ná í Bjarna Ben út af einhverju og svo sé ég hann koma hann að fara inn í smink og það er fullt af fólki hérna og ég fer eftir honum og segi, herri Bjarni, ég er einu, þá bara ríkun upp og sést aldrei bara, þú sem er ráðist á mig og mína fjölskyldu og ég segi, hvað hef ég gert, hvað er þetta að tala um? Já, þú bara skamma þér, hvað hef ég gert? Já, þá, en ég segi bara, Bjarni, þú er búin að bera á mig sagir, hvað gerði ég? Eitthvað málið var, ég lækaði færslu frá Gunnari Smára.
það er rökin hans að ég hefði læka færslu á Facebook frá bróðum mínum. Jesus Christ, nú lækar enginn eitt sem ég gerir. Nei, hann bara misti ekki svona stjórnarskapið sínu því að ég hefði læka eina færslu. Það var enda svolítið byggt færsla. Þú mást alveg hvað það var. Ég man ekki. Maður sem giftur frænkans sem vann í Sæðabákonum og hann átti að hafa hringt sko. Þú skrifaði það svo. Bara benda ykkur ættatengslan. Já. Nei, menn að síðasta viðtalið sem ég tók við Bjarna Benediktsson var aldrei sýnt vegna þess að hann öskraði svo mikið og hann var svo brjálaður, hann var sturlaður, það var inn á Alþingi og hérna var bara allt Alþingi var allt í hennu bara komið í uppnám og ég kom með efnið og sagði þetta bara, ég var nefnd á Hringbraut líka og ég sagði, heyrðu, við verðum bara að sýna þetta er hérna eðlið, þetta er hinn hliðin á Bjarna Benediktssoni en svo var það nú tekin ritstjórnarlega ákvörðun að gera það ekki. Þannig að sko þetta er bara búið að vera þetta er bara búið að vera klikkað tímabil að horfa á allt þetta fólk sem vinnur með honum hérna hrósunum fyrir hvað þessi dásamlegur og besti samstarfsfélag og allt það og ég efast ekki hann á margar mjög góðar liðar örugglega frábær pabbi og allt það bara eins og við erum bara flest það er ekki sérst ekki mannkostir, við bara teljum það eðlilegt en skuggaliðar þessa manns, ofbeldi sem hann hefur beitt og hérna og það hvernig hann hefur sem sagt hvernig ofbeldi? Eins og þetta heldur þessi ekki ofbeldi við blaðamenn að Nei, það þarf ekki sko svoleiðis ofbeldi, það er hérna þetta andlega ofbeldi. Ég bara, þú veist, bara farið hefur fyrir betra. Líklega munu sjálfstæðismenn ekki, sumir þetta kannski eins og VFG, landsfundur sem var VFG þarna fyrir jól. Þá myndum við að segja að það verið eðlilegt að verið fundur sem var uppgjör við hérna, formennskutíð Katrín Jakobsdóttur. Hún leitt okkur hérna út í eyðimörkina og rataði ekki út og hérna þess vegna verðum við að gera ef við ætlum að hafa framhaldslíf þá verðum við að gera upp við þarna. Ég held að sjálfstæðismenn náðu þessu ekki að gera upp við tíma Bjarna því að fyrir utan það sem við erum að tala um núna sem er svona þessi furðulega stjórnans á þessari hérna, örveröld sem er einhver svona elít á Íslandi að þá hefur hann hérna flokkurinn margklofnað á hans vakt það er náttúrulega Viðreisn það sem var algjör óþarfa sem hann eiginlega klauf flokkinn með því að muni ekki að kalla tilbaka hérna aðildarumsóknin eitthvað sérstaklega sem að skipti engum málum láð þarna bara var ekkert að gera neitt en hann kaus að gera það og fekk yfir sig Viðreisn sem er núna bara er eiginlega með öll völd hlutverki. Við erum með öll þau völd sem Sjálfstæðisflokkurinn þráir. Þeir eru með utanríkisráðuneytið, þeir eru með fjármálaráðuneytið, þeir eru með öll atvinnuvegaráðuneytið og þeir eru með dómsmáli. Bara Sjálfstæðisflokkurinn aldrei náðu þessu. Öllu svona, þannig að Viðreisn með það. Svo var ég að rifja upp eitt út af hérna loforðum Ingu Sæland. Að það muni getur bréfinu sem að Bjarni skrifaði í aðdraðanda kosningan 2013 þar sem hann lofaði að ég afnema allar skerðingar á eftirlaun ellilífeyri og að hérna, draga tilbaka kjaraskerðinguna sem eftirlaunafólk hafa orðið fyrir eftirlaun og þetta er birt aftur og aftur og var algjör trúnaðar það bara brast á milli Sjálfstæðisflokksins og Bjarna og hérna eftirlaunafólks sem að var náttúrulega ég man eftir skoðanakönnum sem var bara 70% af fólki hérna 70 ára eldri í kausina flokk inn í þessu tómarúmi var til Flokkur fólksins í þessu broti hérna Bjarna þessu heimskulega bréfi sem hann sendir og hvernig hann brást við þegar hann sveik þetta þannig að og svo er náttúrulega miðflokkurinn hérna, hvernig það hefur verið, hvernig runnið hérna til og ég meina Bjarni var mjög meðvitaður og hérna reyndi að stoppa með hérna yfirlýsingu sínum í útlendingamálum með einhverjum loforðum við enn eitt nextismálið þar sem að hann lofar sko Jóni Gunnarsinni að vinur Jóns fái hvalveiðaleyfi til 5 ára gegn því að Jón fari ekki verið í miðflokkinn og styðji sig þetta er náttúrulega bara eins og yfirgengileg spillinga og það er alltaf 5 ár, það endurnýjast alltaf til 5 ára eftir fyrstu vertíð og hérna, það var bara aftur 5 ár og ósvífnast þegar hann skipar Svanhildi Hólm í fyrra olli mikilli reiði innan flokksins hellingur af fólki sem hafði tilkall til þess að fá það embætti og hérna og bara dómgreindarskortur Bjarna hefur bara orðið algengar og algengari eins og verður menn sem að bara valsa uppi á nokkurs aðhalds þetta er náttúrulega bara búið að vera hneyksli hvernig íslenska fjölmiðlastéttin hefur umgengist þennan mann og hérna og hefur í rauninni varpað rangri mynd til heimilana til fólksins í landinu. En talandu það er eitthvað að frétta sem sagt
í fréttamiðlunum í dag þessa afsögn? Nei, bara verið að spá hvert ykkur við og allir að segja að Bjarni var frábær og svona eins og kannski eðlilegt sem kannski allir lægi sko, þetta eins og eitthvað fallið frá að þá, svo veist, þann daginn þá tölum við skárri hliðina á honum kannski getum við sagt að kannski vera afrek Bjarni að hann var fjármálaráðherra þegar samningurinn stöðuleika framlögin við þrotabúum var gerði, ég menna það er jákvæmt. Getur þið ekki sagt einmitt líka eitthvað fleiri? Getur þið ekki til eitthvað svona jákvæmt? Hann sætti sig við það að það var endurnýjun á þungunarofslögunum sem ekki hafði tekist að ná í gegnum þingi síðan 74. Ég menna, hann leyfði Katrínu að ná því í gegn og ég menna, hann má tína eitthvað svona til. En ég held að við ættum að hafa eitt í huga að alla ríkisstjórnir sem hann tók þátt í eyðilögðust út af hans spillingamálum. Þannig að fyrst Panama-skjölin, svo var það uppreist æru sem að tengdist pappans og síðan var það Íslandsbankasalan sem að felldi þessa ríkisstjórn. Og ef þið skoðið fylgi ríkisstjórnarinnar, fylgi flokkana, þá verður algjört brot í apríl 2022. Fyrir þann tíma þá var ríkisstjórnin með 60% stuðning landsmanna og samanlagt fylgi flokkana var 52%. En þarna brotnar þetta, það byrjar að fara fylgi frá Sjálfstæðisflokknum og Framsókn og svo VG og hún sér aldrei til sólar og öll þessi barátta hans í staðin fyrir að þegar þjóðin rís upp 90% af þjóðinni vildi afsögnast. Í staðin fyrir að segja bara, ok, ég gerði bommertu, ég er bara farin. Þá reynir hann að halda sér við völdin, drepur og Katrín með því að styðja, hann drepur VG, hann eyðileggur Sjálfstæðisflokkinn, Sigurður Ingi er ekki á vaktinni og þannig að raunverulega féll þessi ríkisstjórn, þótt að hafi tekið næstu því 3 ára að falla, þá féll hún á Íslandsbankamálum. Þannig að allar hans ríkisstjórnir enduðu í skandölum sem að hann sjálfur gerði. Ég hefði líka verið tilbúin til þess að tala bara af jafnvægi feril hans í dag ef það kæmi eitthvað fram í orðunum hans það að hann sæn svo sem fram á það að hans ferill hefði ekki verið fullkominn en það er aldrei auðmýkt, það er aldrei neitt nema hroki, það er alltaf öllu snúið á haus, það er aldrei sagður sannleikurinn. Ég hef fylgst lengi með íslenskri pólitík í næstu 40 ár í blaðamennsku og ég efast að nokkur stjórnmálamaður hafi jafn oft hallað réttu máli og Bjarni Benediktsson og snúið veruleikanum á haus. Ég er orðið mjög þreyttur á þessum óheiðarleika sem hefur bara orðið að einhverju normi þegar aðal getur verið svona spiltur og lygin þá bara, hvað með alla hina? Akkur pikka þeir ekki bara upp sömu ósiði ef það eru engin viðurlög og mér finnst mjög áhugavert að sjá það að hann er ekkert að sérstaklega að fara frá núna og skapa frið við íslenska þjóð. Hann hefur ekki verið ráðamaður íslensku þjóðarinnar síðan ég veit ekki hvenar. Hann hefur alltaf í fréttaviðtölum adressa sín mál þannig að hann hefur talað við kjósendur Sjálfstæðisflokksins en ekki hinn almenna Íslending. Hann er alltaf bara að tala við kjósanda Sjálfstæðisflokksins. Hann hefur vísað til þess að af því að hann hefur haft flest atkvæði á bakvið sig þá geta hann gert hvaða óskunda sem er. Hann hefur kennt okkur að trúa því að lýðræðið hér á landi sé bara virt einu sinni á 4 ára fresti, akkurat þegar gengið inn í kjörklefan. Samkvæmt síðan geti bara stjórnvöld farið öllu sínu fram. Samkvæmt hans eigin orðum, þá er það þannig að þessi valkjörstjórn sem nú er komin, hún getur brennt hús, gert allt sem hún vill næstu 4 árin, kjósendur hafa talað og Bjarni og félagar í Sjálfstæðisflokknum þurfa að þegja fram að næstu kosningum. En eins og þú segir, þá er þessi arfleið bæði hvað blaðamennum leyfist að segja og segja ekki og svo leiðis. En líka PR-mennskan í kringum pólitíkina og þetta svona, þessi strategi að einmitt gangast ekki við heldur að frekar að það komi þá ef það hefur verið þegar þú talar þessa skandala, það er örugglega hægt að rannsaka það alltaf eiginlega mjög fljótlega eftir einhverju uppljóstrum skandala, þá kom einhverju svona fréttir, glæsifréttir, það er alltaf sókn er besta vörnin og þannig að það hefur aldrei verið svarað fyrir Íslandsbankamálið almennlega og til dæmis núna finnst mér svolítið merkilegt að ég held að Viðreisn hafi talað það fyrir í kosningabaráttunni að halda áfram að selja ríkiseignir og ég held að var það nokkuð, þau tóku ekkert fyrir það að halda áfram að selja Íslandsbanka. Þau vilja bæði sér Íslandsbanka og Landsbankan.
Þannig að það tókst skiljið þetta að þótt að við værum öll hérna, það veru undirskriftalistar og óbæstu óanægja. Við sem að stóðum á Austurvelli og sögðum Bjarna burt, við unnum, fyrst fórum við fjármálaráðuneytinu, nú er hann búin að segja, það er afsögn Bjarna, hann er að segja af sér þingmann. Hann er að segja af sér, já. En það er samt svolítið alvarlegt að það þurfa að munna okkur á það, að það sé út af þessu. Þessum erum við hérna. Já, en það er líka að við þurfum sem greinilega minna þá sem eru núna við stjórnvöld að þetta mál, við erum ósátt við það að það eigi að halda áfram að selja ríkiseignir en einhvern veginn þessi núna ríkisstjórn nýja ætla bara láta þessu ekkert sé og halda áfram með þá dagskrá. Sko, eftir 12 daga þá verður Davíð Oddsson 77 ára og ég held að hann hætti þá og ég held að Óli Bjarni ritstjóri getur að Bjarni sé að fara þangað. Þetta er. Það er ekkert ólíklegt. Ég veit ekki, er hann góður blaðmaður? Hann er kannski Davíð spurði það því. Davíð sagðist að það verið blaðamaður. Hann er þingfréttaritari. En gaman að verði kollegi okkar þá, hérna á ykkar. Það er ein frétt í Mogganum í dag. Nú bara ein. Bjarni tilkynnti samflokksmönnum sínum ákvörðun á þingflokksfundi í dag og segir Hildur, þingflokksformaður Særisdóttir, ákvörðun að hafa komið sumum í opna skjöldu sem ekki okkar var. Þar á meðal sér sjálfri. Nokkur tár hafi fallið á fundunum Bjarni tilkynnti tíðindin. Það er fallegt. Þetta er auðvitað risastór tíðindi fyrir okkur í þingflokknum, fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir samfélagið allt. Bjarni Benediktsson er stærsti máttarstólpi íslenskra stjórnmála, segir Hildur. Þarna er Sjálfstæðisflokkurinn að reyna að búa til í kringum það sem hann hrökklast frá völdum eftir að verið hafnað í kosningum. Við farið með flokk sem ætti að vera í sögulegu með svona 35% fylgi niður fyrir 20%, neðar heldur okkur hafði reiknað með, margklofin flokk, bara hefur ekkert traust á meðal almennings, þrátt fyrir þar vegsetu sem hann hefur verið, hann er fyrrverandi forsætisráðherra, sem hann kannski bara 10% af þjóðinni treysti, við höfum aldrei lifað við þetta áður. En þetta er náttúrulega langt ferli sem hann nær handa við Bjarna, það er að eyðileggja og svona veikja fjölmiðlana og þessa sögu sem að er skrifuð í fjölmiðlunni vegna þess að þessi PR-mennska þar sem að sagan er skrifuð er sterkari, það eru miklu fleiri þú sem nefndir það eru miklu fleiri sem vinna við svona almanna kynningar þar sem að bara stjórnmálafólk er að kynna sín málefni og ómögulegt ofta að vita hvort að það er blaðamennska eða bara kynning eða áróður, má segja áróður. Lætur ekki ná. Og ég get alveg sagt ykkur, ég er alveg viss það, hvort sem hann verður, ég veit ekki hvort hann verður, ég ætla ekki að spá hvort hann verður ritstjóri, en hann mun örugglega láta skrifa sína sögu, hann Bjarni. Hann mun alveg pottþétt fara í þá, allir þessi stóru menn, stóru nöfn, hægri sinn sérstaklega, hafa passað upp á það að sagan sé skrifið í veglegri ævisögu. Kannski gefur hann bara út þarna spilið sem var í áramótasköpinu, þar sem hann verður á að lemja niður, þar sem krakkandi voru að leika. Nei, þetta verður alveg glæsilega ævisögu, sem hann verður í mörgum bindum. Kannski getur þú ekki að skrifa hana? Jú, ég meina Geir Haarde skrifaði mjög fallega sjálfa sig núna. Seldist í bílformum og það er alltaf hellingur af fólki sem kýs að trúa því að þjóðfélagið okkar sé aðeins minna ógeðslegt en það er. En ég held að breyti engu það að dómur sögunar við Bjarna Ben þegar frálíða stundir, hann verður harður, hann verður þungur. Hann var ekki, það getur vel verið að hann hafa átt sín augnablik og ég held að svo hljóta hafa verið, en samt efnahagsstjórnin hans, hvað ríkissjóður stendur núna, hellingur á ömurlegum ákvörðunum sem að ríkisstjórnin hans hann var Íslandsmeti í hallarekstur á ríkissjóði, það var enginn safnaði skuldum og Bjarni Benediktsson. Einmitt, öll fyrirtækin sem hann var börnin okkar verða að greiða fyrir skuldina sem hann hlóðu upp. Öll fyrirtækin sem hann hélt utanum sem að fóru á hausinn, allir þeir 100 milljarðar sem að fjallu á ríkissjóð út af fjármála umsýslu Bjarna áður en hann fer inn á Alþingi. Bara hvað eigum að tala lengi blóðuga fjármálasögu þessa mikla snillings. Það verður að skrifa þessa sögu líka til að hún sé til þá samhliða hinni sem að verður þá þurfum við aftur að bústa lífi í íslenska blaðamennsku og ég held reyndar að þessi atburður að Bjarni Benediktsson rökklast frá núna, ég held hann sé hann er meira tækifæri fyrir valdeflingu almennings og stofnana eins og íslenskra fjölmiðla heldur en hefur komið langt skeið. Ég held þessi mögulega hægt að berja í brestina og laga það sem hefur farið úr skeiðis vegna þess að óttinn við Bjarna Benediktsson hefur legið yfir öllu.
Hver halda það hafi verið algengasta spurningin sem ég fékk þegar ég skrifaði spillingarsöguna Besta vin Aðal? Ertu ekki hræddur að Bjarni sendi á þig menn? Bjarni Benediktsson sendi á þig menn. Ertu ekki hræddur hvað Bjarni mun segja? Og við höfum öll meir og minna verið undir þessu fargi allt og langt skeið. Og ég sé enga ástæðu til að vera sykurhúð á það eitthvað. Ég hefði leyft honum að eiga daginn í dag og hefði talað með öðrum hætti heldur en ég geri ef það væri einhver auðmýkt, ef hann væri einhvern veginn að reyna að sættast aftur við Íslands samfélag eftir allt það sem þessi maður hefur á samviskunni, en þið séu engan slíkan tón í Facebook-færslunni hans. Þannig að það kemur fram í einmitt að 13. var stundu svona eins og karnevalhátíð þar sem að þeir undirsettu hættu að vera undirgefnir og þorðu að svona... Það á ekki við, ég hef verið að fletta MBL og RÚV og Vísi, það bara farsæll stjórnmálaleiðtogi rís upp að morgni og ákveður að nú komið nóg. Þetta bara eins og Genesis, bara að leita hann yfir sköpunarverk sitt og var harla ánægður. En Smári, þetta gerist ekki 1 og 3. Nei, þetta alveg ótrúlega að sjá þetta sko. Því að raunverulega hann að rekjast frá almenningi sem að vill ekki hafa hann. Er engin önnur blaðamennska sem sagt? Ekkert bara... Þetta bara eins og hann var rætt hér í gær sko, og Kristi Hafsson vildi bara jarða íslenska blaðamennsku. Það var löngu dauð. Ég hlustaði á ykkur og mér fannst þetta beitt umræða vegna þess að mér fannst hún sönn og þetta náttúrulega alveg skelfilegt hvernig komið fyrir íslenskri fjölmiðlum. En hvernig stendur á því að nú erum við samfélag, bara 4.000 manns, lítið samfélag og erum að reyna að halda upp í svona lýðræðis kerfi og reyna að halda upp í góðu samfélagi og þess vegna tekum maður þátt í alls konar starfi og í mótmælum og svona því að maður ekki vendum þetta samfélag. Hvernig stendur á því að við gleðjumst ekki í dag að því að við erum búin að vera að berjast fyrir því mörg ár að Bjarni bara fari út úr, við unnum hann fór út úr fjármálaráðuneytinu og við Ertu ekki glaður? Jú, ég glaður, en ég bara að velta fyrir mig akkur þetta ekki í fjölmiðlunum, sigur almennings gegn elítunni. Það ætti að vera 13. í dag. Af því að fjölmiðlar eru hættir að endurspegla hug almennings. Ég er alltaf að reyna að ljúga að okkur einhverju svona þessari sjúku helgimynd. En ég held að það sé líka bara vegna, bæði það, en líka vegna þess að við svona hugsum með okkur, við erum orðindaldið buguð þannig séð að það er einhver annar það er bara einhver annar þá sem tekur við keppninu. Við sjáum að 90% fólki sammála okkur afstöðu okkar til Bjarna Ben. Jú, en bara þótt að Bjarni Ben fari út af exit Bjarni Ben í þessu leikrit, þá kemur bara einhver annar sem að heldur áfram og þessi spilling, að því við vitum að spillingin er stærri en einn einstaklingur og þannig að það er þess vegna sem að... Já, en við skulum samt rifja það upp að þetta fordæmalausar mælingar sem hafa verið gerðar hvort sem það Gallup, maskína eða hvað aðilega það er, alltaf mælis Bjarni ár eftir ár sem langspiltastur og langóvinsælastur íslenska stjórnmálamanna. Þannig að þetta er alveg sérstakur maður. Kannski er einhver stað dansað. Í Frakklandi, Holland, hann lenti á þessu svæði og reyndir aðeins neðar. Ég man ekki að síðastir ég skoða þetta. Og þú veist alveg hvernig svona afstaða Frakkaði til Holland. Hann er bara litið á hann sem eitthvað svona mislukkað fyrirbrigði í þeirra sögu sko. Já. Bjarni var með sama stuðning með Íslendinga og Holland naut meðal Frakka. Þannig að ég bara næ ekki ákverju. Þú veist, sérðu það fyrir þér að það væri sko fjölmiðlarnir í Frakklandi vera að fjalla Holland sem, þú veist, mikilhæfasti stjórnmálamaður okkar tíma. Það bara gerir þetta enginn nema Íslendingar. Og stundum veltum að fyrir þessi byrju, okkur viljum við ekki bara fagna og okkur viljum við ekki standa með fólki. Hvaða skildur hafa ekki fjölmiðlar að standa með valdsmönnum sem eru svona eins og þeir eru að lýsa? Hann náði einhvern veginn, Bjarni, hann náði einhverjum hreðjatökum, einhverjum ægitökum á ótrúlega mörgum stofnunum og þar á meðal mörgum íslenskum fjölmiðlum. Ég get alveg rifjað upp stemninguna sem var alltaf svo Fréttablaðinu síðustu mánuði þess að sko við vorum annað nokkrir sjálfstæðir, svona þú veist blaðamenn að gamla skólanum, en til dæmis ungu blaðamennir þarna, þeir voru allir bara pró-Bjarni, þeim varst hann æðislegur. Og það hefði orðið einhvers konar bara siðrof eða eitthvað að í staðis að bara því að hann var svo frekur, hann var svo djarfur, myndarlegur kannski, þú veist, ímyndin eða eitthvað,
ég horfði í kringum mig og hvað að verða íslenska blaðamenn sko. En það varð eitthvað mjög dularfullt sem gerðist innan íslenska fjölmiðla. Annars vegar það að ungir blaðamenn fóru líta upp til Bjarna og hins vegar voru það allir þeir sem við ræddum áðan að voru bara svo hræddir við Bjarna að þeir þorðu ekki að skrifa fréttina sem þurfti að segja. Hvernig gat þetta gerst eftir hrun sko? Ég man eftir svona tíma kannski í kringum aldamótin í kringum Davíð Oddsson. Að Davíð Oddsson var svo stór í íslensku samfélagi, það mátti ekki nefna hann á nafn sko, maðurinn í hvíta húsinu Kulli og muni ekki eftir þessu og hvað Bjarni segi, Davíð segi og svona og við tókum þátt í að reyna að rjúfa þetta með fréttablaðinu bara og hann með okkur fannst það að Bjarni væri búin að ná undir sig Davíð ná undir sig öllum fjölmiðlunum, Ríkisútvarpinu búin að síða það til og búin að narra vitlisíkan í hinum flokkunum að loka flokksblöðunum þannig að hann og svo var Óli Björn og félaga búin að kaupa DFF og hann var að snúa Jóni Ólafssyni niður til þess að ná ég held að planið hafi verið að Björgólfur Guðmundsson myndi kaupa hann var bara að ná öllu undir sig og allir skítrættir við hann og þá var þessi stemming en síðan kemur í hvað leiðir hún leiðir til hrunsins sem að og síðan á að verða eitthvað svona vakning með almenning sem er fjölmiðla en af hverju verður þetta ástand til aftur? Þessi svona ótrúlega ótti fjölmiðlamenn við vald. Nei, gáðu nú aðeins sko, það vantar inn í þetta fjölmiðla sem voru, það vantar til þess fréttablaðið frá þeim tíma, það sem okkur var nákvæmlega samumsa gagnrýni sem vorum að fá og þetta eru bara breytingarnar. Ég get sko þegar ég er einhvern veginn, ég er eitthvað að munnhöggvast við Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins og þá var það á þeim tíma sem að bónusfeðgar höfðu keypt fréttablaðið en það mátti ekki spyrjast út en vissu það svo sem allir og það enda með því að ég segi ég kem bara til því að þetta var svo asnalegt svona tveir kallar eitthvað svona og ég fór upp í upp í Valöll og þá er alltaf að tala um þetta hver á fréttablaðið og það var ekkit sko, þá máttu fyrirtæki gefa eins mikið og vildu til flokkana lögi voru þannig og ég segi við Kjartan, við sátum hann í stóru fundarherbyggi, ég segi við hann ég skal skrifa hérna á blað hverjir eru eigendur fréttablaðsins og þú farað annað blað og þú skrifa þar eitthvað 3 til 5 sem borgar Davíð mest inn í Valöll til hann geti gert það sem hann að gera og hann bara afþakka þá, ég segi hvað er aðeins maður, skrifu bara, ég skal skrifa nafnin og skiptu svo bara blöðum, bara sanngjarnt hverjir kostar Davíð, hverjir borgar mest fyrir þetta og þá enda með það var alveg ofboðslega reiður og sagði hvað sem þið gerið munum við stoppa alveg bara rosalega ákveðin í því og svo bara sína dæmin það sko hvorki ég smáruðum verið í einhverju vinnu hjá einhverjum öðrum síðan það var það er bara þannig það hefur einhvern veginn þetta og það var bara þetta sko jaða setja okkur í þessari klíku en við erum bara vitlausir til að við beigjum okkur ekki undir þetta bara sjálfstæðisviljinn og kannski er þetta bara líka svona styrkur í því sem maður er að gera nei sko, maður hefur tekið eftir því að þeir einir sem búa yfir nægum björgum til þess að geta sjálfstætt afla sér atvinnutekna þeir hafa þorað að standa upp gegn þessum gæjum eins og Davíð og Bjarna og það er ógeðslegt samfélag ef þú veist að það mun kosta þig lífsviðurværi bara innan alls atvinnulífsins að bara standa upp og segja það sem allir eru að hugsa og sko með því að maður eins og Bjarni hættir í pólitík núna þá hljótu við að fá smá andrými það fæðist einhver von betri framtíð. Já, hver að þessum hugsanlegu sko kandidatum kemur með breyta flokknum eitthvað? Þú meinar mögulegum artökum á formannstóli? Já, ég er að minna það. Þeir sem geta hugsanlega orðið formenn ég held að sá sem að verður formaður eða svo muni ekki hafa raunverulega tæki til þess að gera það sem þú ert að biðja að breyta flokknum. Ég held að verði farið þarna inn með svona lítinn stuðning
verði formaður sem svona háður á því að reyna að halda saman leifunum af sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar. Það engin stemming eitthvað fyrir nú ætlum við þangað og verði eitthvað svona, það ekkert svoleiðis, þótt að kannski græði það svolítið að vera í stjórnarandstöðu sem þá betra fyrir nýjan formann að koma þar inn heldur en annars staðar. Þannig ég held að næsti formaður verði bara upptekinn af því að skapa eitthvað frið eða búa til eitthvað held út úr flokki sem sundur rifin. Já, sem sundur rifin sko. Það sjálfstæðisflokk að vera að segja, sjálfstæðisflokksfólk hefur verið að segja við ykkur að það næstu óbærilegt að vera sjálfstæðismaður undir með Bjarna sem formann. Í gamla daga var það þannig að þú kannski var í fermingarveislu ég er sjálfstæðismaður og þú varst bara, það komst næst í að vera bara það hefur bara fullkomlega samþykkt og þess vegna voru þeir mældust þeir hærra í skoðanakonunum heldur en í kosningum vegna þess að þegar einhver hringdi í því og spurði hvað þið ætlar að kjósa svo er sjálfstæðisflokk það var bara safe. Þeir sem ólust upp fyrir þessa stöðu eru núna kannski í einhverju fermingarveislu með að putta einhvers frænda í öxlinu og láta svara fyrir einhverja helviti spillingamál hjá Bjarna Ben með skattsvikara sem formann og alls konar svona og fólk bara, þú veist sjálfstæðismenn eru dauðleiðir á því að hafa Bjarna Benediktsson sem formann. Já, en það er smá von og bara núna 13. og við getum snúið í blaðinu en sko ég held að finnst ykkur ekki dálítið gott hvað ég held að 13. er allt í norðin dálítið aðaldagur viðsnúningi þjóðarinnar en Þú mæltum hana heilu sko, nei, en þeir eru náttúrulega búið að þegar þjóðin er orðin, já hann er í dag sko. Nú, ég ætla hann á morgun. Þegar að þjóðin er orðin vön því að vera undir eitthvað svona valdsett, þá er bara, það þarf svolítið tíma, sagan sýnir það nú, því að þá getur einhver annar komið, hvort sem hann er í sjálfstæðisflokki, einhver öðrum flokki, eitthvað annað vald getur auðvitað undirokað þessa þjóð. Þannig ég hef að við þurfum nú að svo er sagan. Þannig að við verðum svona smátt að snúa vinda ofan af þessu. En ég var segja þetta gott í dag og í kvöld og já, þetta var svona aukað spjall bara út af þessum fréttum dagsins, þessum stórtíðindi dagsins og takk kærlega fyrir að koma að bregðast við og skunda aftur í vinnuna Gunnar Smári Egilsson, Björn Þorláksson og Sigurjón Magnús Egilsson og hér höldum við áfram bara dagskránni þá er það viðtal við Trausta Jónsson veðurfræðing og svo verður rætt leikhús og 13. við þjóðfræðinga og síðan fallin forseta Jimmy Carter þannig að við tökum smá frímínútur og höldum svo áfram á fullu gasi. Takk. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.